Hugsaði samt að reka spjaldtölu framan í barna meðan það er að bíða til matnum. Já, ég held Það er galið. Já, ég held raunverulega að fólk þurfi bara það þarf bara að taka eitthvað saman svona upplýsingar svolítið eins og þau voru með reykingarnar og það. Ef þú lætur barni vera í klukkutími spjaldtölu á þessum aldri, þá myndu mögulega minnka ævitökurnar 30 milljónir eða 200 milljónir. Að setja þetta beint í þessi efnahagslegt samhengi. Það sem þú ert að gera, mæður reykja sjaldan á meðgöngunni, út af hverju? Af því það er skaða barnið. Við reykjum ekki í herbergi þar sem að börn eru í óbeinu reykingu. Hvers vegna ekki? Það er búið að sýna fram að það skadar. Stjórnvöld hafa ekkert gert í því að búa til eitthvað svona stutt raunveruleg fræðslumiðbönd. Það sem gerist í heilanum á okkur, bara við það sem að Ferguson er að tala um. Þú ert að glíma við eitthvað verkefni klukkustunduna saman. Þá eru taugatengingar í heilanum sem myndast og eflast. Það verða sterkari og tilbúnir að takast á við næsta erfiða verkefni. Ef þú reynir aldrei neitt á þetta, þá ertu bara svo lauf í vindi. Þú feikist bara til, þú kemur verkefni, þú óttast það, þú getur ekki tekist á við það, þú forðast það.